Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Það er ekki það sem Sævar Helgi Bragason, Stjörnu-Sævar. Já. Vísindamiðlari, stjörnufræði kennari. Jú. Jarðfræðingur. Já, jarðfræðingur, fyrirlesari. Já. En ekki? Jú, dagskrárgerðarmaður. Rithöfundur, já. Hitt og þetta. Hitt og þetta. En aðalega bara þú brennur fyrir því að, hjálpa fólki að fræðast bara stjörnur og heiminn og loftslagsbreytingar og fleira, ekki? Jú, ég er svona brenn fyrir það að fræða fólk og kannski ekki síst krakka bara undra heima vísindana og hvað náttúran er stórkostleg og falleg og áhugaverð. Þannig að ég er tilbúin til að Ég er tilbúin til að vera eins og krakki í dag og spyrja og vera mjög forvitin, sko. Já, flott, af því ég veit að þegar maður tala við krakka þá eru fullorðna fólki ekkert síður áhugasamt, sko. Nei, nákvæmlega. Það veit ekkert meira en krakkarnir. Nei, ekki neitt, sko. Mann veitum ekki krakka bara svolítið líka. Jú, mjög, ekki spurning. Og þau átta sig alltaf á því þegar verið er að tala niður til þeirra eða verið er að flækja hlutina að ótrú eða einfalda það of. Þannig ég myndi segja að þessi erfiðasti hópurinn að tala við. Það er svoleiðis. Já, af því þau líka segja strax hvað þeim finnst, sko. Þeir eru rosa hreinskilnir. Já, þannig að fullorðna fólki kannski svona sonur út og segir mann ekki neitt. En krakkarnir segir bara, þetta er leiðilegt. Sem er frábært, það er gott feedback strax. Já, hún fær bara hreint og beint bara út hvað það er. Akkurat. Ég held að það sé kannski svolítið ábátáðandi að vera vonandi okkar fullara fólki, sko. Það fá bara hreina endurgjöf, sko. Ég held það gerist eitthvað. Ég veit ekki hvað gerist þegar maður verður fullorðinn. Það er einhvern veginn stundum eins og maður missi forvitnina, eða bara gefi sér ekki tíma til þess að svolítið undrast yfir heiminum og pæla hans í honum og spyrja af hverju og leyfa sér að hafa svona badslega, einlæga forvitni það sem er að gerast í kringum okkur, bæði hvað var bara náttúrun og samfélagið. Af því að þegar maður lærir meira þessu hluti, þá verða þær bara miklu áhugaverðari og miklu svona tilkomumeri. Og mér langar svolítið að því ég fæ alltaf þessa tilfinningu því ég horf upp í heiminin hvað þetta er bara magnað og fallegt og mér langar alltaf bara að standa á torgistundum og öskra það yfir alltaf bara hvað er að ykkur, finnst ykkur þetta ekki merkilegt? Þetta er svo frábær punktur hjá þér af því að sko ég held að við sem öll innstæðin að leitast eftir því að sjá lífið og heiminn út frá augu barnsins. En ég held að þessi tilhneiging þegar framheilin þróast og stýrifarnin og allt þetta þá verður heiminn svolítið flóknari og þú fyrir að flækja hlutina óþörfu og þú venst hlutum. En ég held einhvern veginn það er ástæðan okkur margir gaman eignast börn, skilur, og þú sérð heiminn aftur upp á nýtt. Þú sem eru svona, sem tekir sér þessu forvinni og taka eftir hlutum í kringu þig og allt þar. Bara ekki nokkuð spurning, en þegar við erum að taka þetta upp, þá er ég sett í fæðingarólu og núna áðan var ég með litla 15 mánaða syni mínum út á palli og hann var að skoða jarðarberjaplöntu. Og hún fannst bara rosalega merkilegt, það væri eitthvað að vaxa á þessari plöntu. Og fæstir pæla neitt í því eða neitt þannig. En þú veist, allt ferðlega á bakvið er alveg stórmerkilegt og ef maður sekkur sér í það, þá verður jarðarberjaplantan bara miklu, miklu fallegri, sko. Af hverju hún græn og af hverju jarðarberjinn rauð og af hverju bregðast þau svona sætt og svoleið, sko. Og þannig að ég held líka bara ástæðan fyrir þessu séu þetta svo að fullorðnu fólki er bara busy við það að vera í vinnunni sinni og fara svo heim til krakkarnir sína og elda matinn og koma heim með háttinn og vakna með þau daginn eftir, þannig að maður gefur þessu bara ekki tíma til þess að svona staldra við og undrast aðeins yfir heiminum. Það er kannski bara skiljanlegt í okkar samfélagi, sko. Mikill hraði og allt og mikill hraði þetta. Ég er alltaf að segja það líka sem allir aðrir, sko. Bara lifir í því samfélagi sem búið að sníða í kringum hann. Og líka svona kannski að gera eitthvað á þess að gera eitthvað út af útkominni, að leika sér bara á allt það. Já, bara njóta það, sko. Bara annað dæmi þetta er þegar ég fór með 11 ára sinni mínum í göngutúr upp að gósin á Reykjanesskaga. Og við höfum aldrei farið í svona fjallgöngu en eitt svo leið saman, ekki nema bara svona skjótast upp á Helgafell eða eitthvað þess og þar. En þarna vorum við í einhverju svona verkefni og vorum við fundum lyktina í loftinu og svo fundum við hitan frá hrauninu og sáum þetta tilkomi miklu eldgos þótt lítið væri. En þetta er bara besta stórkostlesta ferð sem ég farið í með syni mínum og ég mun aldrei gleyma þessu. Þetta var bara einstök upplifun og upplifa einmitt náttúruna og töfra hennar í gegnum augu, svona einlæglega áhugasöm augu. Það er bara frábært, ég vona fleiri foreldrar tengi við þetta þegar þau fórum í sínum börnum að skoða gósið og bara allir þessu undir í kringum okkur. Og þú segir líka kannski að líka á vegferðina að skoða gósið, það margt sem gerist þar líka sem er bara áhugavert. Akkurat, bara hann allt í henni segir mig frá einhverjum hluti sem eru aldrei sagt mig frá áður og þetta er svona leið til þess að opna sig og líta upp úr símanum og því sem er að trufla okkur í daglegu lífi og vera svolítið svona bara hluti af náttúrunni sem við erum. Það er líka eitthvað sem gerist, sko,
Ég tek stundum í sálfræðitíma því ég fæ kannski sérstaklega stráka sko, sem kannski erfitt með að opna sig í þröngu rými og svona, bara í göngutúr. Já. Kannski á best í náttúrunni og þá bara allt í henni bara svona, allt auðveldara. Já, ekki spurning, en það bara líka sína rannsóknir það að dvelja í náttúrunni og rölt hana, dregur úr kvíða og stressi og streitu. Og þú kannski veist miklu meira það en ég út frá bara sálfræðinni, sko, en mér finnst þetta bara svo augljóst þegar maður hugsar út í það. Við erum náttúrubörn, öll sömul það svo stutt síðan við erum komin frá þeim stöðum þar sem við þurftum að hafa mikið fyrir lífinu og við erum að fjarlægast þennan heim svo mikið, þannig að það er svo sorglegt að sjá, þú veist, þegar ég horf á fólk vera að taka garðinu sínu gegn og þess að gróðsettu plöntur eða eitthvað þess að þar, þá er bara að setja stjettir því það nennir ekki að huga garðinum sínum eða eitthvað þess að þar, sko. Og svo bara verða allir eitthvað svo fúlir því það vantar allt grænt í kring, en þetta er bara svolítið það sem við erum að búa til, að því hitt er ódýrara og hitt er minna vesen og eitthvað svo leys. Já, og svo leitum við öll í þetta bara komast aftur aðeins út í náttúruna á endanum, sko. Anda eitthvað fersku lofti og heyra ekki hávaðan í umferðinni og bara hlusta á lífið og þefa af því og leggist í grassið og horfa upp í bláan himinn eða grennandi rigningun í andlitinu, sko. Og maður býr til einhverjar, ég veit ekki, ég er samfærið að maður búið til einhver önnur svona tengsli í heilanum sem að við þurfum svo öll innilega á að halda en af einhverjum ástæðum, það gefa okkur ekki tíma til þess, aftur ég er alveg sigur það líka, bara aftur býrist í samfélagi sem búið að sníði kringum hann, en ég finna bara þegar maður fyrir út að skokka, að það að skokka við hliðina á umferðargötu eða bara hann niður í skóginum í Fossvoginum eða upp í Heiðmörk, bara það er tvennt ólíkt. Já, miklu skemmtilegur og nótalegur að vera í náttúrunni. Já, ég talaði um Pál Líndal, hann er umhverfissamfræðingur, hann var að tala um þessa endurheimt, í rauninni þessa virku endurheimt, ekki það að leggast upp í sófa og Netflix fyrir símanum, heldur að fara í náttúrun og hlaða batterín. Akkurat. Og þú veist, tala bara svo að horfa á fossin gerir enga vitsmjölulega kröfu tíðin, fossin er þar og hann rennur bara alltaf. Þú bara njóta þess og horfa á hann og færið einhver orku frá hannum sem er erfitt fyrir að útskýra. Ég fæ þetta, ég þekki Pál og einmitt frábær toppmaður, sko, og þetta upplifir rosa mikið þegar ég fer út á veturna að horfa upp í himininn og oftast þess að daginn er ég að fara með einhverju öðru fólki að sýna því himininn, en svo þegar það er farið þá leggst ég stundum bara niður í kofanum þar sem við erum að sýna himininn og bara horfa upp í himininn í svona hálftíma. Þetta er besta slökun sem ég veit á. Ég er ekkert í símanum eða það er engin truflun, það er engin hávaði, ekki neitt og ég bara horfa upp í himnafestingun og njóta útsýnin sinn, sko. Og þetta hleður mann svo og veitir mér slíka ánægju að bara ég vil aldrei sleppa þessu, sko. Og er þetta þá, þú veist, það mænt alveg að poppa ykkur hugsanur upp, ertu bara, er bara algjörlega inn í heiminum? Þetta er eina leiðin sem ég veit um það sem ég næ fullkominu slökun, sko. Það sem ég bara ekki pæli neinu og heilin einhvern veginn slekkur bara á sér. En stundum náttúrulega fara einhverjar hugsanar flug og stundum kveikna einhverju hugmyndir, en þetta er, ég þekki engar aðra leiði til að heilin í mér slaki virkilega og heldur bara leggist í snjógalanum eða hvað það er og horfa upp í stjörnubirtan heiminn og mér finnst það yndislegt. Og hvað eru við fullorðna fólki ekki að taka eftir sem ættum að taka eftir? Sko, ljósbengunin hefur náttúrulega drekkt þessari ótrúlega fallegu sýn sem blasir þarna við fyrir ofan okkur og sem er rosalega sorglegt að því þetta er uppruni menningar okkar. Það er að við notum heiminin sem dagatal til þess að vita hvenær við áttum að sá, þannig að þetta hjálpaði okkur í landbúnaði og kom undir okkur fætinum og auðveldi okkur lífsbaráttunni. Þetta eru kortin sem að sæfarendur sildu eftir og þetta er upprunnin trúarbragðanna og þetta er alltaf beint fyrir ofan okkur en við kunnum ekki að meta það að þeir eru búin að drekka heiminum og ég hitti oft fólk frá Manhattan eða London og svona sem borgar fólk sem hefur einhvern veginn aldrei komist út í ósnorta náttúru og aldrei upplifað svartan heiminn, dimman næturheiminn og það fellir bara stundum tár fyrir bara að gráta þegar það sér vetrarbrautin í fyrsta skipti og trúir ekki að þetta sé svona ótrúlega fallegt, sko. Og í dag þá kannski eru við stundum svolítið upptíkinu því að gefa okkur ekki tíma, bara njóta þess að horfa upp og velta vöngum og svona. En það sem ég sé því að horfa upp er náttúrulega bara fullt af sólum sem hann eru og vangaveltur það hvort að líf leynist í kringum einhverja sólir og svo sér maður myndir birtast frá nýjum geimsjónauka og fyllist bara einhverju svona lotningu eða andagift og ég veit ekki, þetta er svona og þess að sjá allar þessar myndir af öllum þessum fjarlægu fyrirbærum og þannig er kannski einhver að horfa yfir til okkar og veit ekkert á okkur og sér okkur eins og við lítum út fyrir einhverjum x milljónum ára eða hvað það er eftir hvað er langt í burtu en umfram allt sé ég bara fegurð bara endalausa fegurð og sem er svo einhvern veginn svo grátlegt þá í leiðinu við séum að drekka því í ljósum að því að við erum pínulítið hræddu við myrkrið og kannski ekkert skrítið að því að þegar við ólumst upp og vorum að koma fram sem tegund á sléttum Afríku þá voru svolítið gott að vera hræddur við myrkrið þá hættur þeir ekki út á sléttuna sem að rándýrin fór á stjá þegar sól settist þannig að það var gott fyrir lífsbáratuna og lifa af að vera pínulítið hræddu við myrkrið en þetta er einhvern veginn svona
ótti sem hefur lifað með okkur, þannig að við gerum allt sem við getum til þess að lýsa myrkrið eins mikið upp og hægt stundum ekki ástæðalausu, það er ógnan úti en þá því miður, en að komast út í náttúrulegt myrkur bara hefur rosalega góð áhrif á mann líkamlega og andlega og ég mæli með því eindreið Eru þá að auka þessi ljós bara bæði sem einstaklingar og bara varandi bara borgin okkar og allt þetta? Já, borgin alltaf stækkar og því fylgir bara meiri raflýsing sko, og svo erum við líka svo skrítin að við gerum kröfu alltaf meiri og meiri lýsingu af því að okkur líður eins og við séum öruggari í meiri lýsingu, jafnvel þú séum ekkert endilega öruggari en það fer allavega eftir hvernig lýsingin er gerð. Þetta er svona þekkist á hraðbrautum, ef þú setur ljós þá eykst hraðinn á bílnum en ef þú hefur ekki lýsingu á hraðbrautum þá minnkar hraðina því fólk sér bara ekki jafn vel, býr til falskt öryggi öðru leyti. En svo það sem við lærum síðan seinna meir með því að rannsaka lífríki í kringum okkur er að þessi raflýsing í kringum okkur hefur áhrif á líkamsklukkun okkar raskar henni bókstaflega, þannig að við sofum verr og getum kallað fram sjúkdóm og það eru vísbendingar uppi núna það til dæmis tiltekna tegundir af krabbameini séu líklegri í mikið lýstu umhverfi heldur en óraflýstu af því að við þurfum bara á myrkrinu að halda til þess að halda hormónujafnvægi svona í líkamanum og við höfum líka vísbendingar það að fækkun skordýra með mörgu leyti rekja til of mikilla lýsinga og sömulegis fugla í heiminum þannig að með því að lýsa allt í kringum okkur eru ekki bara að drekja himninum og einhverju fallegu heldur eru bara að hafa rosalega mikil áhrif á umhverju í kringum okkur sem að síðan þegar öll eru botni hvolft allt okkar líf veltur á sem eru skordýr og heilbrigðir fuglar og svo framvegis sko. Og líka kannski, það gerir kannski leikinn erfiðar á Íslandi, ekki bara varðandi lýsinguna því að þú náttúrulega lýsingin, bara náttúrulega lýsing í Íslandi er líka öðruvísi að vetuna og sömurinn og væntanlega sem það gerur okkur leikinn aðeins erfiðar að spila sko. Já, ég skil alveg fólk sem vil lýsa upp jólin til dæmis en dimmasta tíma ársins sko, en það er líka bara sjálfsagt mála að slökka þau þegar maður fer að sofa. En af hverju eru skordýr og dýr og fleira grunnur en okkar lífríki? Já, skordýr náttúrulega sjá okkur fyrir mat, bara frjóka plöntur og færa næringarefni á milli og svo framvegis sko. Þannig að skordýrin hjálpa plöntunum að dreifa sér og vaksa og plöntunar síðan étnar auðvitað af dýrum eða skordýr étin af fuglum og fiskum og með því að höggva þennan grunn undir þá náttúrulega hreinir það sem er fyrir ofan sem er þá á endanum við og öll stóru dýrin af því þetta er svo fallegt að í náttúrunni þrífst ekkert að sjálfu sér og þetta er svona, það sem ég var að segja nú að þrífst ekkert að sjálfu sér er eiginlega tilvitninni Rachel Carson sem var skordýrafræðingur og allir ætti að vita hver var en það bara allt í náttúrunni er tengt og ef þú ætlar að reyna að laga eitt vandamál á einu stað með því að og gleyma öllum hinum þá lagast ekki neitt sko. Þú þarft að einhvern veginn að adressa öll vandamálin á sama tíma og reyna að lifa svolítið í sátt og samlandi við náttúruna með því að hafa eins lítil áhrif á hann og hægt er því að maturinn sem við borðum veltur á því súrefni sem við öndum á okkur veltur á því líka og vatni sem við drekkum sko. Bara að grunnurinn er heilbrigt hreint vistkerfi og við erum ekki alveg þar í dag, þau miður. Nei, þú átt ekki að fokka í náttúrunni? Nei, alls ekki, bara að því hún fokkar alltaf tilbaka sko, hún slæðir alltaf tilbaka og hún slæðir miklu fastar heldur en þú getur nokkuð tíman slegið hann á móti sko og bara eins og við sjáum, bara þegar við erum að taka þetta upp í dag var hitamet slegið í Bretlandi og það kemur bara nákvæmlega ekkert óvart því þetta er bara búið að spá fyrir í áratugum saman að þetta stefni þetta með því að halda áfram að brenna kolum, olíu og gassi og þá erum við ekki bara að áhrif á og valda álagi á okkur sjálf og borgarumhverfið sem við búum í því borgarumhverfið þess eðlis það dregur oft í sig meiri varma þannig að borgirna verða það jafnvel heitari heldur en ætti að vera bara allir malbygginu og svona sem er í borgunum en með því að setja tré hins vegar það getur það hjálpa gríðalega til að gera þær lífanlegri í miklum heitabylgjum en í öllu falli þá eru stundum að gleyma bara áhrifin sem þetta hefur á lífríki sjálft en lífríki sjálft getur alveg svona fungerað og þólað kannski heitabylgju einu sinni á sumri eða tvisvar sko en þetta er að verða lengur og lengra og heitara og oftar þá að lokum fyrir bara lífríki sjálft líka að líða fyrir og það kann ekki góðlega stýra. Nei. Þannig að við erum að fara að sjá fleiri hitabölgjur, lengri og heitari. Já, akkurat og það, fólk svona bara maður sér fólk svona fram á fólk eins og fyrirhundi þingmenn eða eitthvað þú svo lesa jafnvel þingmenn segja trúið sem ekki hvernig þetta er að spá fyrir þetta það er enginn að segja það við sem að spá fyrir það á næsta ári 20. júli verði 40 stigi hiti í Bretlandi, við vitum það ekkert en við vitum þó að með því að auka orkuna og viðhalda meiri hita það er að jörðin geti haldið meiri hita þá ertu bara hreinlega að auka líkunur því að það verði lengri og erfiðari hitabylgjur sem verða heitari að þetta er svona, þetta er normalkurvan og kannski kannastu normalkurvuna úr þínu námi leiðu þú hneka til meðaltalinu í einhverju öfgakendari átt
þá eykur hún alltaf líkunar að þessar öfgar eigi sér stað og þetta bara mjög basic eðlisfræði og mjög basic tölfræði en því miður þá svona tengir fólk ekki við það fyrst bara fínt að það sé hérna 30 stigi hiti eða hvað það en annars þar í heiminum er fólk að glíma með kannski plus 40 gráður og það lifir það bara ekkert af og þá fer það eitthvað annað og hvert á það að fara þannig að þetta hvert fer það? Já, það fer eftir hversu góð við erum að taka á móti því en það sem við þurfum að gera líka þar í þeim efnum þetta aðlagast breytingunum við þurfum að byggja húsun okkur betur og það er örugglega það sem til dæmis við þurfum að sjá í Bretlandi nú fara fleiri byggingar að vera með loftkælitekni fyrir þessa daga þar sem að þetta gerist og það þurfum líka að vera betur einangruð fyrir þá vetrar daga þar sem að verður mikil kuldi þannig að við þurfum bara að endurhugsa býsna mikið og það er geggjað að fá endurhugsa eiginlega allt saman sem við gerum og það er bara frábært af því þá til dæmis gerum við húsin okkar betri og þá gerum við vegin okkar betri og bílana betri og flugurana betri og skipin og hver vill ekki heim þar sem allt þetta er betra þangað erum við að fara. Erum við líka að fara að sjá kaldari? Það getur alveg að það heldur áfram að gerast. Það kannski fækkar svona köldum dögum, svona virkilega köldum dögum, en þegar að verða kaldir dagar þá bara verða þær býsna kaldir, sko. Þannig að öfgarnar aukast en sérstaklega í það átt að verða hlýrri. En hvað og hvað áhrif hefur það séðast? Það hefur áhrif að fólk fara kannski að flytja í burtu á þeim stöðum sem á, getur haft áhrif á líf fólks og dýra og... Já, þetta hefur áhrif á matvælaverð. Matvælaverð, já. Það verður bara jafnvel erfiðara að framleiða mat á sumum stöðum í heiminum sem er ekki jafnvel við því og þá fara þau verst út úr því sem minnst eiga milli handana því að þau eru háðust því að kornverð hækki ekki mikið eða eitthvað þess að við erum svo heppin að búa hérna norðarlega þannig að við erum í algjöru forréttindastöðu og ættum stundum að vera þakklátari fyrir það að það breytir okkur rosalega litlu þótt að hveitiverð hækki 100 kall eða eitthvað svoleiðis við tökum varla eftir því en fólk sem er fátækt í Afríku eða Asíu hvað það er, Indlandi að þetta getur skiptað öllu máli bara að geta brauðfætt börnin sín og þannig eru birtingamynd þessara breytinga þetta er ekki þannig að það er svo allir að fara að deyja eða jörðin að verða óbyggileg eða eitthvað þess en lífsbarðan verður bara erfiðari og dýrari og barnabörnin okkar koma til að súpa segja þessu og börnin okkar þannig að strákurinn minn sem fættist í fyrra verður álíka gamall og núverandi forseti Bandaríkjanna í lok aldarinnar þannig að hann er bókstaflega að fara að lifa þessu breytingar og bara ef okkur er alvar að þykja vænt börninu okkar og barnabörn þá erum við að fara að bretta upp armur og gera eitthvað í þessu og þegar við alla lausnirnar eru til og þær gera ekki lífa á jörðinu verra gera það miklu betra. Eru lausnar samblandu við þá bara stóru fyrirtækin og okkur sjálf persónulega? Já, þetta helst allt í hendur. Almenningur þarf að gera kannski svona 30% en stór fyrirtæki og ríki svona 70%. Og það er byggt á skýrslu sem að Svíjar tóku saman, rannsóknarstofnun við Svíþjóð, er að einstaklingar þurfa þetta bara að breyta ferðavenjum sínum og eins og því veit að þú hreyfir þig og þú ert svona áfram með það að fólk lifi heilsusamlegu lífi, getur nefnir eitthvað vont við það að fólk þurfa að labba annars lagið aðeins meira, eða hjólað aðeins oftar heldur en það gerir. Kannski bara einu sinni viku. Það er ekkert vont sem kemur út úr þessu, ekki nokkuð. Og þú veist, þetta bara jákvæð áhrif á samfélagi sem verður bara ódýrara fyrir heilbrigðiskerfi og svona, því fólk er heilbrigðara. Og þetta snýst bara svolítið það, að hætta vera sófakartöflur og vera duglegir að tilhenga okkur vistvænni og heilsusamlegri lífstíl sem er í þokkabóti útýrari. Bara, ég skil ekki stundum svona þrjóskuna eða núningin sem myndast, af því þótt að ég gera það, þá er ég ekki samt að segja þér að þú eigir að gera það, eða skildi það til þess. Ég er bara að reyna að lifa lífið mínu ágætlega og ég sáttu samlundu við náttúrun eins og hægt er, en ég get ekki allt og oft í þessu samhengi talað rafbílavæðingu. Rafbílavæðingar er ágættir, rafbílavæðinga er ágætt, en hún þarf að haldast í hendur við orkuskipti í heiminum og hún gera það sem betur fer, því það er á sama tíma og við skiptum út orkugjöfum í samgöngum, þá erum við líka skipt út orkugjöfum sem framleiða orkuna til að byrja með. Þannig að við erum að gera orkukerfum grænni og á hvaða hátt sem við getum gert það. Það er brjálæðislega erfitt og verður brjálæðislega dýrt, en ávextirnir sem við njótum í kjölfarið verða svo miklu meiri, bara eins og við þekkjum hér á Íslandi. Bara eitt mesta framfaraskref í sögu landsins var auðvitað hitaveituvæða þjóðina með því að nýta okkur jarðhitann sem við höfum. Þannig að Reykjavík hætti að vera á kafi kólaregg, en í staðinn fengum við orku sem var til þess að veggirnir okkar hætti að vera skítur heima hjá okkur. Það voru ekki kólareggur sem streymdu upp úr strompum fólks. Fólk andaði sér hreinna lofti. Það gæti allt í einu fara að rækta grænmeti og ávexti í gróðurhúsum sem nýttu heita vatni líka. Við gátum búið til sundlaugar og heita potta. Og allt er þetta út af því að forfeður okkar voru nú forsjálir til þess að fara þessa leið í stað þess að við halda sig við gamla orku sem er skítuð í þokkabót. Þannig að já, þetta er mikils að vinna sko. Já, og þetta er kannski svona smá eins og
ég meina eins og gerðum til dæmis með sundlaugarnar sem var út því að margir sjómenn sem þurfa syndir líka og svona, það hjálpa okkur að takast á við það, ég meina byggðum upp til dæmis bara knattspyrnuhallirina og út frá því var bara oft besta árangurinn á stórmóti skilur og þannig að þetta er svolítið svona að sem maður er alltaf að sjá í öllum þessum kerfum og öllu þessu, þetta er spurning að þú veist, leggja vinni núna sem við trúum ávinning langt frá tíma sem er erfitt að sjá. Akkurat, og þetta eru svona kerfisbreytingar og maður sér kannski svona glóri sér köllum bara til hvers, og þetta er fínt svona eins og þetta er eins og margir segja, en við njótum einmitt eins og segir ávaxtanna aðeins seinna í einhverju frábæru, menn eins og árangur landsliðsins í fótbolta og krakka sem geta æft íþróttir allan á sér syng á þess að eins og kannski við þegar við vorum litlar á fótbolta og malafellinu með á úti gerfugrassi sem var valla hægt að kalla gerfugras bara teppi í alveg skítakulda og stormum eða hvað það var sko. Ég fekk hérna Unnsteinn og hann talar að þessar breytingar var að gera þessar loftslagsbreytingar og þessi umhverfismál var að gera svo hratt og tækniframfæri ná ekki að halda í það en við erum knúin til þess að gera eitthvað sjálf fyrir okkur bæðið og fyrirtækin. Ekki spurning og maður skiptir svona á að vera bjartsýnn og svartsýnn og þegar maður er bjartsýnn þannig að við reddum þessu, við erum ótrúlega úrræði góð þegar áreynir en svo horfum við á fréttirnar og sér fólk skella skottleirum við og vill ekki viðurkenna að þetta sé vandamál og að það sé ekki hluta vandamálinu, við erum öll hluta vandamálinu, ég líka, bara að því að við erum í þannig samfélagi og þá bara þurfum við að breyta samfélaginu og þegar við skoðum söguna að þá sjáum við að það er aðferði sem hafa reynst best í að laga umhverfisvandamál, það hafa verið kerfisbreytingar. Við ákvaðum að hætta að setja blý í bensín og það dróð þá úr blýmenguðu lofti. Blý er taugaætur og ég er ekki viss að margir vilja, nei, ég vil frekar fá blýið í bensínið aftur, af því það var miklu betra þá heldur en núna. Við hættum að nota tiltekið skordýraeitur af því það feldi skordýr unnvörpum og fór að hafa áhrif á síðan dýrategundir sem okkur þótti að væntum og mikið til koma, eins og förufólka og skallaerni og hvað þess að þar og það var nóg til þess að íta fólki að staði að breyta því. Ósoniðingin er annað dæmi, kæliskápunir okkar sem að bara allir voru með heima á sér og enginn trúði að hefði endilega svona mikil áhrif, var alltaf bara eyðileggja náttúrulega sólarvörn jarðarinnar sem hefði haft skelfileg áhrif á líf á jörðinni, fyrsta leið fyrir okkur ef við bara með okkar ljósu húð farið út hérna á degi þar sem að engin náttúrulega sólarvörn er í loftinu að þá myndi húðun okkar brenna mjög hratt og örugglega og við þurftum öll að vera með sólarvörn alla daga, það hylji okkur alveg jafnvel þó dagarnir sem við hlýir sko og við bönnuðum ósoniðandi efni í að nota þeim og það tókst að afstýra þeim vanda með því en við byggum reynda til annan vandamála því efni sem við tókum við voru mjög öflugur gróðurhúsalofttegundir en við erum að reyna að leysa þannig vanda líka þannig að allar lausnir eru til, þetta hefur verið gert áður þannig að eftir hver er að bíða en jú, við þurfum hjálp frá tækninni en tæknin og sér lagar þetta ekki heldur þurfum við bæði að vera úrræði góð og sniðug en við þurfum líka að byrja að taka til hjá okkur sjálfum sko. Er líka að fólk heldur að þetta sé bara einhver einn dagur sem þetta gerist, bara að kapa líka Já, en þetta er bara snýst allar daglu ákvarðanir hjá öllum hverjum sig. Akkurat, og svo bara upplifu ekki breytinguna svona áþreifanlega ekki fyrir en við lendum í hitabylgjunum eða lendum í ofsaflóðunum og öllu því dóti sko. Það gerist í Evrópu fyrra og það gerist í Evrópu núna og þetta er að hafa áhrif á sumarfrí Íslendingarna sem að fara til Portugals og Spánar og frétti núna í fjölmiðlum það hvað fólk bara ræður ekki við hitana því þetta er svo rosalegt og það þurfi bara að fara eitthvað annað einmitt út í sumarfrí í Portugal hásumar, það sem hætta er á hitabylgjum en hitabylgjunar eru orðnar verri út af breytingunum sko og það er þannig byrtast vandamálin og þú tengir þetta ekkert endilega við þín eigin gjörðir. Nei, akkur ekki? Þetta virkar kannski svo fjarlægt manni en hérna á Íslandi þá kannski byrtast áhrifin í bráðandi jöklum en það snertir því ekki persónulega kannski að jöklunni sé að bráðna það byrtist hérna hjá okkur líka í aukinni gróðursæld, frábært, jákvæða breytingar sko, af því að það er ekki bara neikvæðar þótt að sé heilt yfir neikvæðar það er allt í saman tekið hjá okkur kannski fáum við aðeins fleiri hlýrri og notalegri daga og það vilja örugglega allir Íslendingar skiljanlega fleiri hlýrri og notalegri daga þannig að svona fólk við heim finnur þetta núna á eigin skinni og hefur áhyggjur og bara víngerðar menn í Frakklandi eru mjög aukandi yfir framtíð vínræktunar í sínu landi út af einmitt allum þessum breytingum sem þið finna bara og sjá á eigin skinni en það fer eftir svolítið hvar við erum í heiminum hversu meðtækileg eða móttækileg fyrir svona aðgerðum verum en þegar allir er botnum kvöld þá hugsaum við náttúrulega bara hvað er að fara að gerast á morgun en ekki eftir 10 ára eða 20 ár
þannig að við þurfum kannski að breyta því einhvern veginn, ég veit ekki hvernig. En ég heyri að þú ert með þá nálgun að þú bara sýnir gott fordæmi og þú gerir það sem þú til best og upplýsir fólk og svona. Sýnir þú líka með annan hóp sem, maður heyri skilabóð að, þú veist, við séum krabbamein á plánunduna og við hefum jáfnvel ekki eignast fleiri börn og fleira, skilurðu, sem svona aðeins öðru í sín nálgun. Já. Ég veit svo sem ekkert hvor réttari þannig sé, sko. Nei, en þú veist, ég myndi streitast á móti, ef það kemur eitthvað svona og ræðist á mann, skilur, ég sé bara krabbamein á plánunduna. Það akkurat þess vegna sem ég nota þessa taktík sjálfur, sko. Ég held sé miklu vanlegri til árangus að vera bara svona frekar hófsamur í það sem ég vil meina sé hófsemi, sko, því að það sem ég vil meina sé hófsemi ekkert endilega það sem einhver aðrir meina sé hófsamt. En eini sem ég get breyttir í sjálfur, sko, og ég get bara gengið undan með góðu fordæmi og reynt að vera innblástur eða fyrirmynd fyrir aðra og einhver annar tilhengar sér það bara frábært, sko, af því að ég veit að mestu áhrifin nást með því að mæta á kjörstað, kjósa og kjósa breytingar sem verða að eiga sér stað og þær verða ekkert sásöku litlar sérstaklega ef við ætlum að bíða lengi. Þetta svona svolítið svo verið til tannlæknis eða ekki. Þegar maður fer bara reglulega til tannlæknis í tjekk, þá kannski kemur meðferð að fá tannpínu, en leið að tannpínu er komin, þá verður aðgerðin ekki skemmtileg. Já, þetta staðinn sko líka bara tækla kannski, við tökum bara tækla eitt vandamál fyrir sig, staðinn fyrir að tækla allt þegar það kemur að því, sko. Akkurat, en svo líka bara svo frábært er að þessar lausnir sem að tilheyra einstaklingnum, þar hafa svo margar svona afleita áhrif, bara eins og það að ferðast minna í bíl, jafnvel þó að sé rafbíl, þú bara hreyfir þig meira og þú hreyfir þig meira þá bara allt í einu ferð að pæla meira í því að borða aðeins hollari mat og þið líður betur andlega og líkamlega og sparaði peninga og hittu þetta, sko. Þetta er svo margar jákvæðar, mikið af annars konar jákvæðum áhrifum sem þetta hefur í för með sér og þess vegna gerir þetta. Ég gerir þetta ekki fyrst og fremst út af umhverfismálum, það er raun og bara bónus, bara þetta, mér líður betur og þetta er ódýrara. En svo sagður með að þú hjólar mikið og þá ertu að fá tekið þrjúbóks. Já, það er fyrstulega peningluðu sparnaður, já. Það er bæði líkamlega og andlega líðan. Bara ég kannast við það, ég keyrði alltaf úr Hafnarfirði eða Garðabæ í morgun og síðdegisumferðinni, drullu pirraðir yfir því hversu margir bílar var á götunni og hluta vandamálunu, en ef ég hjólandi þá ég er aðeins lengur og stundum er það erfitt að því að veðrið er kannski ekki frábært, en á endanum það bara líður mig miklu betur. Kem bara rólegur og ekki pirraðar í vinnuna eða hvað er að fara að gera, sérstaklega ekki pirraðar heim og spara peninga og ég sé ekki neitt hvað við það, sko. Já, bara endalaust vinn og mér finnst ágætt að hugsa allar þessar lausnir þannig. Annað bara er að borða hollari mat, borða meira grænmeti heldur en kjötmeti og allt þetta, sko. Algjörlega. Mér langaði fórum að á staðin, mér langaði að beða botna þetta, stjarnvísindi eru. Já, það er góð spurning, vá. Stjarnvísindi eru full innblástur, stjarnvísindi eru falleg, áhugaverð. Stjarnvísindi eru leið okkar til þess að reyna að finna út hvernig við urðum til. Ég myndi segja kannski að lokum það sem þetta er í hug. Stjarnvísindi er mesta ævintýri mannkynsins. Það er mesta ævintýri mannkynsins? Já. Af því að þaðan komum við, þangað förum við aftur og það að fá og stækka svo mikið okkur heilan og heimsmyndina að það er þar á leiðandi eitt mesta ævintýri mannkynsins. Bara hver hefði getið ímyndað sér fyrirbærin sem að leynast þarna úti, svarthol, vetrarbrautir, önnur sólkerfi, risareikistjörnur með hringa, tungl sem að líti út eins og einhver hnöttir sem búið að spasla saman, halastjörnur sem að hafa flutt hingað til jarðarinnar næringarefni og vatn og ef við stæðum á þeim getum við hoppa út í geimina því að þyngdarkrafturinn er svo veikur og þetta er endalaust alveg fáránlega heillandi fyrirbærum og að rannsaka þau er bara eitthvað mesta ævintýri sem hægt er að hugsa sér. Þetta við erum eina dýrategundin í 4600 milljón ára sögu jarðarinnar sem getur í alvörunni fundið út hvernig við komumst hingað. Ég get ekki ímyndað mér meira spennandi viðfangsefni, sko. Og hver er svona helstu áningar við það? Við stjarnvísindi, kannski dýrmætustu sem kannski erfiðast að tengja við er einmitt þessi hugsun hvað jörðin okkar er dýrmæt og einstök og það er svolítið afurð tunglferða til dæmis, bara þegar við náðum að taka mynd af plánundun okkar úr fjarska, sjá hann eins og hún er og bara, við deilum öll saman þessu eina andrumslotti, þessu eina hafi og bara við deilum öll saman þessari fallegu plánundi. En svo eru fullt af öðrum svona tæknilegum ávinningi sem að þetta hefur haft í för með sér, sko. Bara snjallsímatæknin, eins og kvikmyndagerð. Ein fyrsta kvikmynd sögunar er kvikmynda því þegar að reikistjarnan Venus er að fara fyrir sólina
Af hverju voru menn að taka það? Jú, það er vegna þess að við vorum áhugasum að vita hvað sólin var langt í burtu og það var vísindamaður sem heit Pierre Jules Janssen sem tók þá mynd árið 1882 mann rétt, frekar en 74 og þegar að tveir bræður, Lumière bræðurnir, sáu það þá bara, hei, við getum notað þetta til að jafnvel taka mynd af fólki og búa til eitthvað nýtt og töfrandi og þannig verður kvikmyndatekning til þannig að bara svona sem eitt lítið dæmi sko og svo hefur þetta náttúrulega gjörbreytt lífskeiðum okkar að geta fylgst með til dæmis veðri og vindum, spáð fyrir veðri með miklu meiri nákvæmni heldur en nokkuð tíman áður með því að fylgjast með veðurkerfunum fæðast hreinlega ofanfrá, sjá hvert þeir að stefna og nýta síðan einhverju ofurtölfur til þess að reikna út hvert þær fara og hvenær og hvað veðri verður slæmt. En þetta hefur bjargað alveg ótrúlega mörgum mannslífum að nýta sér geimtæknina þar. Stjarnvísindin nýtast þau líka bara í daglegu lífi í sambandi við símunum okkar. Litlu flugurnar í myndavélunum eru fyrst almennilega hannaðar fyrir gervihneti af því að það þarf alltaf minkalt til þess að hafa gervihneti eins litla og létt og hægt þannig að ávextir geimtækninar er út allt á þess að við gerum okkur grein fyrir því inn á spítölum MRI jáendaskanni og þess að ekkert á þess að fundið upp uppálega af því að þetta átti að vera fyrir læknisfræði eða hvað heldur bara því við vorum forvitin heiminn og byggum til eitthvað tæki til að reyna að skilja heiminn betur og svo bara kveikt á perunni, hei, við getum notað til læknavísindi líka til að kíkja inn í fólk eða hvað þannig að ávinningurinn út allt og þetta ódýrt af því að peningarnir sem fara í þetta eru mjög lágir þvert á það sem margir halda og mjög litlir að fara í það að borga fólki fyrir að vera klárt og reyna að finna upp á nýjum hlutum og læra eitthvað nýtt. Mjög hótt. Þú talar aðeins áðan, forvitin að vita að trúa á þessi líf á öðrum hnöttum, erum við að tala að sé, hvað líf á öðrum hnöttum? Það hlýtur að vera. Ég trúi ekki öðru. Bara ef að fólk sá myndirna sem birtust frá James Webb skemmsjónaukunum fyrir ekki svo löngu síðan, að þá í fyrsta lagi var fyrsta myndi sem var birt frá honum var ljósmynd af mörg 1000 vetrarbrautum í svo langt í burtu að ljósi frá nálægustu laðastað til okkar það leyti sem jörðin var að verða til. Og þú sér á myndinu sér 1000 slíkra fyrirbæra. Vetrarbraut bara kerfi sem við búum í. Við búum í sólkerfi sem með sól og reikistjörnum og jörðin okkar einn þeirra, en sólin okkar síðan hluti af miklu stærra kerfi sem heitir vetrarbraut, sem bara alla stjörnur í heiminum hluta vetrarbrautinni. Og það er svona pínlítið svo eyjur að borgir í alheiminum, með kannski 100-400 milljarða stjarna eða svo. Og í alheiminum okkar, og bara þessar mynd, 1000 slíkra fyrirbæra, óralangt í burtu. Og ef það bara ein í hverju vetrarbraut, þá var það 1000 lífanlegra hnatta eða líf í öllum þessum vetrarbrautum á myndinni sko. Og þannig að já, svona tölfræðilega sé myndi ég halda það sé mjög líklegt af því það er ólíklegast að við séum jaðartilvikið en við höfum ekki hugmynd það því við erum ekki búin að finna neitt sko. Þannig að, jú, ég held það sé líf þann úti. Veldur munum ekkert að finna það? Já, ég ætla að vera bjartsýnn sko og sérstaklega með tilkomu nýrra tæki eins og James Webb sjónaukans að þá erum við allt í einu komið með búnaðinn og tæknina sem við þurfum á að halda til þess að til dæmis að sniffa, þefa af andrumslofti annarra reikistjarna. Það er að segja, sem er alveg geggjað. Þú veist, þú ert með sól og svo þegar reikistjarna fer fyrir sóluna, eins og þverganga Venusar sem að vera upp af kvikmyndtækninar í okkur, að þá berast sólargeislanir frá stjörnunni í gegnum andrumsloft plánetunnar og þá skilur þetta ljós eftir sig fingraför andrumsloftsins í ljósinu. Þannig að við mælum ljósið og þá sjáum við svona litla línur rákir sem eru svona svipað eins og bara strikamerki og þá getur við sagt, hei, hérna er súrefni, hei, hérna er koldíoxíð, hei, hérna er metan og ef við fyndum slíka plánetu þá erum við komið býsna spennandi nött sko, þá erum við að finna andrumsloft sem var keimlíkt okkar eigið sko og okkar eigið andrumsloft er afurð lífsins þannig að þetta getur James Webb og reyndar fleiri sjónaugar sem eru í bígerð þannig að við erum í fyrsta skipti komið með tæknina, tólin í hendurnar til þessi að hefja leitina lífi annars þar fyrir alvöru og ég ætla bara að vera mjög bjartsýnn á það að við okkur takist þetta sko. Og eru að tala hvers konar líf, hvað þú eru að vona að... Já, ég var í hæstánað með bara bakteríur eða eitthvað svoleið sko, bara það er alveg nú fyrir mig að fá að vita það, þá bara, vá, þetta er stærsta uppgötvun söguna sko, það er líf annars þar í alheiminum og það einhvern veginn kemur samt ekkert óvart ef við uppgötvum þetta einhvern tímann, en skemmtilegast væri þetta að finna einhverja veru sem eru vitiborðnar og við getum haft samskipti við, það væri rosalegt sko, en það er rosalega ólíklegt að við séum endilega uppi á sama tíma af því að tíminn sem við verum með í huga er svo gígantískt langur sko. Og horfðu bara okkur, hvað höfum við haft lengi tækna til þess að eiga samskipti við hvert annað bara hérna á jörðinni bara rétt 100 ár, bara einu öld en mannkynni hefur verið hérna í 200.000 ár og af 200.000 árum höfum við bara haft það í 100 ár
og lífið á jörðinni hefur bara haft þetta í 100 ár af 4.600 miljón árum. Þannig að það sem við séum uppi á sama tíma og eitthvað annað líf þarna úti, það er kannski bara mjög ólíklegt. Eða uppi á sama tíma og einhver önnur tegund hefur tæknina til þess að eiga samskipti. Þannig að ef það var einhver önnur einhver aðra geimur reyna að hafa sambandi í jörðina fyrir 1000 árum síðan, þá voru víkingarnir hérna bara ekkert með útvarpssjónauka til þess að heyra það, sko. Þannig þá eru bara skilabúin framhjá og enginn veit neitt, sko. Þannig að finna vitsmunalíf heldur sé mjög erfitt, en að finna svona einfaldara bakteríulíf er eitthvað sem er algjörlega raunhæft á næstu áratugum, sko. Þetta reyndar hefur verið sagt býsna lengi áratugum, sko. Þannig að spurning hvernig það verður að veruleika, en mikið innilega vona ég það að ég fá að lifa þann dag þar sem að tilkynnt verður þessu hugutun. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar á samt þeim sem ég nefndi í byrjun, og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hylki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allar Nespresso vélar, og ég er búin að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall, og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri. Fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð, og ef þú ert í ekstra góðum gír þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur jável vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumeðlimum, eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur er, þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa frá Sumac, þá ættir að gera það, og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn, af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta, og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta, af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig, og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig, og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. En hvað heldur þú? Heldur það sé líka núti? Já, ég trúi. Já, ég held að flesti trúi, sko. Já, það ekki. Ég vil trúi það. Já, akkurat. Það er því svo hræðileg tilhugsun, en samt væri það svo merkileg uppgötun líka. Ef við myndum ekki uppgötun neitt annars staðar, þá sagði það eitthvað rosalega stórt og merkilegt líf yfir höfuð. Að líf yfir höfuð væri þá gífurlega ólíklegt, og þá væri svo ákaflega sorglegt að það kæmi fram einhver tegund sem að gengi hreinlega frá því. Bara réði ekki við tæknina sína og svona frumstæða þarfir sínar, græðgi og þess áttar, á þess að tortíma heimili sínu. Og það væri svona auðmýkjandi myndi ég halda að við myndum uppgöta það, en ég kýsa trúa því að við okkur lánist að vaksa upp úr þessu, hugsa betur hvert manna á plánundunum okkar og svolítið að leita út í alheiminn. Ég hugsa þessu örlög okkar, það er mér langar að trúa því. Og hvað sko varðandi er þetta, varðandi til dæmis loftslagsmálin og svona, getum við stoppað þetta að snýst að minnka skaðan bara, skilur við? Í svo staðan í dag þá snýst þetta fyrst og fremst að minnka skaðan. Og ég hef fulla trú á því að við getum snúið þessu við. En ég hef ekki trú á því að það gerist fyrir en bara nóttinni dimmust, sko. Já, er það ekki? Jú. Það er bara ekki svona sem okkur öll, við beitum okkur ekkert fyrir en að vandamálið, bara við fáum það í andlitið, sko. Já, grundvalla vandamálið er að við erum dýr. Já. Og með frumstæðar hvatir og akkurat. Og við eigum erfitt með að hugsa mjög langt fram í tíman og taka ákvarðanir sem gagnast okkur eftir 20 ár eða 30 ár eða hvað það er. Við þekkjum öll sem höfum fyrir að safna okkur fyrir íbúð eða whatever, sko. Akkur byrjaði ekki fyrr. Já. Bara því maður pældi ekkert í þessu fyrr, sko. Jafnvel þó að allir hefðu sagt manni í kringum það að leggja til hliðar og byrja snemma, sko. Þannig að við erum bara svona.
og þess vegna held ég að við tökum ekki almennilega á vandamálinu fyrir en það fyrir að býta okkur fastast í rassinn sko. En þá hef ég líka trúið því að við tökum virkilega höndum saman og lögum þetta en mér langar bara ekkert að býða svo lengi sko. Nei, það er mjög svo leiðilegt þetta virðist vera eina leiði bara, þú veist með allt sko. Akkurat, við erum bara svona já, við erum bara mannleg og bara dýr og bara já, og ég held að það sé bara rosalega erfitt að vinna gegn eðlinu sko. Já. Bara streitast múti, ég held að það sé bara ekkert hægt Nei. En við erum samt, það vitum borin og við vitum það og þess vegna erum við byrjuð að reyna að leysa vandan því við vitum það, jafnvel þá við nennum því helst ekki sko og myndum alveg vilja gera eitthvað annað Þetta er svo, ég upplifa alltaf að ég er búin að vera svo mikið í umhverfispælingum og umhverfismálum og vinna við þau núna undanfærin ár að þú veist það er svo regla sem ég vakna bara ég nenni ekkert að standa í þessu mér langar bara miklu frekar að fara og tala við fólk nýjustu myndina frá James Webb sjónaukanum eða hvað það er miklu áhugaverðar sko. Miklu skemmtilegra á svona Þannig ég skil alveg fólk sem nennir ekkert að pæla í þessu að þetta ógeðslega niðurdrepandi stundum og erfitt og þungt og manni líður alltaf eins og maður sé ógeðslega leiðilegur þegar maður er að tala þetta en svo er það bara svo mikilvægt og það er svo mikið undir mikið í húfi, þannig að maður verður bara að gera það Það er skemmtilega að tala stjörnuvísindin eða bara úr nánast hvað sem er annað sko. En nærðu að fanga fólk nærðu að snúa við fólki? Stundum, það fyrir bara eftir auðvitað hversu opið fólk er og oftast erum við að tala til fólk sem er svipað þengjandum að sjálfur þar sem maður nær að hafa einhver áhrif þegar ég held ég sé ekkert rétti maður til að tala við ég veit ekki, jeppakallinn sem er alveg skítsama eða hvað það er sko. En bara það verður einhver annar að ná til hans við náum mismunandi til mismunandi fólks og það er bara í góðu lagi sko. Þannig að við þurfum sendibúða úr öllum áttum úr öllum geirum samfélagsins þess vegna til dæmis ég svo ótrúlega ánægð með Gary Lineker fyrirvandi knattspyrnumann á Twitter hvað hann er duglegur að láta í sér heyra svona samfélagsleg málefni ekki síst umhverfismál af því að hann nær til þeirra sem að vísindamenn endilega ná ekkert til Þannig að hann er að nýta sína rödd til þess að ná til fólk sem að einhverju fótbolta áhugamenn sem eru alltaf bara þverskurður af samfélaginu vissulega sko en hann nær allavega til kannski kjarnan sem þarf að ná til og hefur mögulega vonandi einhver áhrif á það þannig að bara ég vil fá sem flesta sem að geta nýtt sína rödd til þess að hafa áhrif að því við náum mismunandi til allra hópa sko þannig að ekki spurning, nýtið röddin ykkar þið mögulega getið Mér finnst líka bara, sko ef Bjargi í plánundunni nægir ekki, því að plánundan rættir sér alltaf sjálf, eða ekki? Jú, hún er fín án okkar sko. Já, bjarga mannfólki, eða ekki aðeins. Jú, og ég skrifaði bók sem heitir Umhverfið og hún er til krakka sem eru svona 9-10 ára, 11-12 eitthvað svoleiðis, en á ekkert síður erindi til fullorðins fólks vegna þess að hún í raun og snýst að það segja frá fólki sem bjargaði mannkyninu frá sjálfu sér. Fólki sem að bjarga okkur frá blýmengunni, frá ósoneyðingunni, frá skortireitrunni, frá regnskógaeyðingunni sem reyndar er ekki leyst vandamál og fólkinu sem er núna að vinna að lausnum við loftslagsvandanum og vistkerfisvandanum. Það er fólki sem er að bjarga mannkyninu og ætti svo miklu meira að hefja upp til skíina en við gerum. En menningin okkar er bara ekki þannig. Þess að bara hetjur og fólk ársins í ár að mínum að er vinir mínir sem er að vinna við Karpfugsverkefnið upp á Hellisheiði sem fengur bara fyrir ekki svo löngu síðan stærsta styrk Íslandssögunar. Já, ekki 13 milljarðar? 16 milljarðar með þess að. Já, ég reyna að bjarga heiminum. Það er að segja, ég reyna að bjarga mannkyninu frá sjálfu sér. Þetta er stórkurslegt sko. Og við erum einhvern veginn ekkert að hefja þetta vísindafólk upp til skíina eins og ætti að gera. Og þú veist virkilega að gefa þeim pepp á bakið. En við höfum miklu meira áhuga því að einhver úr Kardashian fjölskyldunni sé að ferðast milli staða í einkaflugulunni sínu og hvað er allt geggjað og eitthvað svona sko. Bara, ég skil ekki þessu forgangsröðun okkar en skil það líka því að vísindamennunum ofta ekkert sérstaklega vel eða svona mikið fyrir það að vera að trana sér fram með að hafa einhvern svona verið sviðsljósunum sko. Þannig að margir vilja bara vinna sínu vinnu í rólegheitunum og kyrþegi og láta svo bara, hvað maður segja, verkin tala Mér finnst það svona, hvað ég að segja? Ég er sammála, margir sem mér er vísindamenn sem vilja bara vera vísindum og bara láta verkin tala. En síðan finnst mér annað, þú veist, að geta tjáð það sem vísindi segja svo aðrir skilji það og fylgi það vel eftir, sko. Já. Það getur við líka bara verið alveg ótrúlega erfitt. Já, mjög erfitt. Og það er ekkert ein leið rétt í því heldur því að aftur eins og við komum inn á áðan þá bara eru mismunandi skilaboð sem ná til mismunandi hópa og maður talar ekki á sama hátt við fólk sem er í náttúruvernd eða eitthvað þess að eins og bara mennin á bílaverkstæðum hinn úti sko.
og aðeins að tempra niður. Já, maður það bara beita nota önnur orð, bara mjög eðlilega sko. Og þeir hafa áhuga og áhyggjur af allt öðrum hlutum heldur en einhverju sem vasast í þessu allan langan daginn sko. Þannig að við þurfum mismunandi skilaboð til mismunandi fólks en svona almennt séð, þá held ég til með þessu stjarnvísindin, það er miklu skemmtilega að tala við þau heldur en eitthvað neikvætt eins og umhverfismálin er að það er eitthvað sem blundar í ykkur öllum, bara svona einhvern veginn þörf og áhuga að vita hvaðan við komum og hvað er þarna uppi sem allir hafa séð og svona og ég hef alveg trúið því einlæglega að þetta sé eitthvað sem að flest allir hafi áhuga á að minnstakosti frá blötu basspinni sko. Og svo bara einhvern veginn dvínar áhuginn og maður fer á einhverju öðru og svona sko. En þess vegna er oft svo auðvelt að ná til fólks með því að sýna þeim bara einhverja geðveikt fallega mynd af geimnum og sérðu hvað leynist hérna og svo framvegis en svo bara, herru, nú er heimurinn að hlýna maður og þú þarft að rýra lífsgæðin þín hrikalega með því að labba meira eða borða hollari mat eða hreyfa því meira eða hvað það er sko. Þannig að ég held að sé sko þá ertu runni einhvern veginn, þetta er svo þegar ég var plant-based í 6 ára eða eitthvað. Ég tók alltaf nálgunna, ég er bara tilbúin til að fræða fólk og ég leittist reynir svona samræður því að það var alltaf sama sem maður fekk tilbaka, skilur. Og og mér varst það þannig sko betri nálgun, en þú veist, þegar fólk líður oft að sé að ráðast á sig þegar maður ætlar að fara að gera einhver hegðunarbreytingar, skilur. Akkurat, sem mjög skrítið, sko, að því að bara segja, ég hjóla, mér finnst það ógeðslega gaman. Ég myndi aldrei geta hjólað. Nei, ég ætla aldrei að gera, hætt þú að skilda mig til að hjóla. Ég sagði þér það ekkert, sko, ég bara að gera þetta, því ég vel að gera þetta. Þú vilt gera bílinn, þá bara heldur áfram að gera bílinn og bara fæn. Og það er svo skrítið hvað okkur finnst á okkur ráðist þegar við erum að tala um þessu hluti. Og mér finnst það finnast einhvern veginn í kringum þessa vegan umræðu og plant-based af því að þeir eru öllu bóðinu kvöld, við höfum öll borðað vegan mat einhvern tímann ævinni, bara kartöflur that's it, brauð sem er ekki með smjöri eða einhverju slíku eða eggjum og það er ekkert vandamál, eins og þegar einhvern setur þetta er vegan, þá bara ekki ráðast á mig, ég vil ekki, þetta er ógeðslegt einhver snúðir sem borðað alla þína ævi sem er búin að vera vegan alla þína ævi og er allt einu mertur, þá bara, nei, ég get þetta ekki sko þetta meikar ekkert sinn sko það gerir það ekki sko, en hvað hérna þetta er líka, akkur er maður ekki skýtsama hvað einhver annar að borða bara í rauninni sko, veist hvaða máli skipt það akkurat, það breytir með engu þetta er svona, mér finnst þetta svona pínu svipa líka eins og þeirra samkynhneigð það var litið niður á það, akkur er þeir ekki skýtsama hvað, Jói eða Guðrún hjá hverjum þau eru að sofa hjá eða hver þeir að gera í sín engalífi þú ert ekki á staðnum, það er ekki verið að gera þér neitt ég skil þetta ekki sko nákvæmlega, en hvað hérna þú ert að tala um starfsvísið hvað finnst fólk áhugaverðast? Þú ert búin að halda bara marga fyrirlestra og ert búin að miðla þessu náttúrulega bara vísindamiðlari, sko. Hvað finnst þið fólk vera áhugasamt samast skilur? Það er oft þegar eitthvað nýtt er að gerast og kannski skiljanlega því maður fær leið á hlutunum þeir eru gamlir. Mér finnst auðvelt að ná til fólks þegar við erum að tala um reikistjörnurnar í sólkerfinu. Það er eitthvað sem fólk tengir við, hefur séð, hefur lært í skóla. Það er erfiðar að tala um hluti eins og vetrarbrautir af því það er eitthvað óaðþreifanlegt og fólk veit kannski ekki alveg hvað það er. Svarthol er alltaf mjög vinsæl af því það er eitthvað svona dululegt og dulafullt og hefur verið allir bíómyndum einhverju slíku sko. Og það hljóma líka svo hræðilega eitthvað sogiði inn og komist aldrei burt aftur sko. Það hefur það kannski til einhvers inn í okkur sem er mjög skiljanlegt. Þannig að það er eitthvað þar sko. Þetta svona árekstrar, það er auðvitað það hvort það sé líf einhvers staðar annars staðar og eitthvað sem er svona svolítið dulafullt og skrítið. Og ég er enda mjög ánægð með hvað fólk er duglegt að horfa til heimins og þegar sér eitthvað sem maður kannast ekki við að láta mann vita af því og bara núna fyrir nokkrum dögum þá út all land var sýnileg bara fljúgandi furðuhlutir sem fólk vissi ekki hvað var og ég vissi það ekki heldur þegar ég sá fyrstu myndirnar af þessu en svo bara fyrir maður að snúður um þetta þetta er svona eins og einhver svona þríhyrningur eða gítarnögli í laginu það lítur svolítið út eins og loftbylgur geti einhver loftbylgur hafa verið sendur á loft einhvers staðar í nágrunni eða eitthvað þess þar og svo bara komið ljós á að það var loftbelgur sendur loft frá Svíþjóð fyrir nokkrum dögum áður sem var að fljúga yfir Ísland og hann speklaðist svona vel og sást svona vel frá öllu landinu því það var bjart þannig að það var gaman að leysa ráðgötunum sko en hérna fólk hefur svolítið mikið áhuga þessu bara bæði hvað það getur séð sjálft á himnunum sérstaklega verið eitthvað áhugavert sólmyrkvar eða tunglmyrkvar eða eitthvað slíkt og tengið mikið við sólkerfið ekki spurning. Hvað er það næsta svona stóran sem við erum að fylgjast með sem þér hlakka til í skinninu bara? Með einu augum eða eitthvað annars? Já, eitthvað svona, semst bara einhvað eins og vetrarsólstufur eða hvað ár var það sem voru hérna? Sólmyrkvinn, já, það var 2015. 2015, já. Er eitthvað svona stór viðburður brálega sem? Bara núna til 4 ár
þá fáum við bara 4 ár, já, það var lengra í það þegar árið 2015 sko. Þá leið mann svona, það er 11 ár sko, svo líður þetta svona. En 12. ágúst, miðvikudaginn 12. ágúst 2026, þá verður fyrsti almyrkvinn sjáanlegur frá Reykjavík síðan árið 1433. Já. Og fyrsti almyrkvi á sólu sem sést frá Íslandi síðan 1954. Árið 1954 þá gekk hann við Suðurlandi rétt snerti syðsta odda landsins, svo frá Dyrhólaey og Vestmannaeyjum, en þetta er þá fyrsti myrkvi sem sést frá Reykjavík, almyrkvinn síðan 1433 og næsti sem sést frá Íslandi verður ekki fyrir árið 2196. Þannig að það er mjög langt bil hann á milli, sko. En þessi almyrkvi sést vel frá Vestfjörðum, gengur yfir Snæfellsnes og Reykjanes og snertir Reykjavík líka. Það er atburður sem þú ættir ekki að láta framhjá að fara. Og ég hef séð 3 almyrkva á sólinni, einn í Indonésiu, einn í Chile og einn í Bandaríkjunum og ég fór nú til Bandaríkjunum með sjónvarpskrjú með til þess að taka mynd af því og viðbröðunum við því að því ég farið að hágráta í öll skiptin að þetta er svo fallegt, þetta er engu líkt og myrkvinn sem var 2015 var mjög fallegur, hann var 97% myrkvi frá Reykjavík, þannig að það dimmdi helling og maður fann hvernig veðrið og hvernig kólnaði og veðrið svolítið svona breytist. En þegar það er almyrkvi þá hylur tunglið alveg alla sólina og þá ert að starir upp í svona kolsvart tungl og í kringa svona ótrúlega fallegur ljósbaugur sem heitir kórunu sólarinnar og er upprunni norðurljósana í sjálfu sér sko. Út af þessar kórunu streymir efni sem mynda norðurljósin hjá okkur. En þú horfir í kringum, þú sér svona 360 gráðu sólsetur, bara sambirta alls þar í kringum þig. Þú horfir á jörðina og þú sér svona bylgjur sem er skuggi sem er að falla af andrúmsloftinu sjálfum í bylgjum. Þú heyrir hvernig lífið bregst við. Dýr sem að yfirleitt ganga til náða þegar það dimmir, þau allt í einu fara að gefa frá sér svona næturhljóð, eins og engisbrettur og eitthvað þess að þar, fuglarnir hljóðuna og svona. En mannfólki sem er í kring það fagnar og fer margir hverjir að hágráta yfir bara hvað þetta er ótrúlega tilkomingi og ég veit ekki hvort það sjáist þetta, bara lýsir svo, þá fæ ég sko því líka gæsahúð að þetta er engu líkt, þetta er lang tilkomumesti atburður sem ég nokkuð tíma séð í náttúrunni og ég er sannfærður að það sé eiginlega ekkert tilkomum meira, því ég sé eldgos og allt þetta dót sko og geggjaðar norðurljósa sýningar en þetta er engu líkt og bara einhvern veginn apaheilin í okkur höndlar þetta ekki, þetta er svo skrítið og þetta er svo magnað að ef ekki allt Íslandi er statt á vestasta hluta landsins 12. ágúst 2026 þá skil ég ekki fólk þetta er bara ætti að vera bucketlistar allra að sjá almyrkva á sólu sko. Svo þetta er bara kalendar núna? Já, bara ekki spurning sko af því að með gleraugun hérna á sínum tíma þú þarft að nota gleraugun þegar tunglið er að ganga hægt og rólega fyrir sóluna en leið og almyrkvinn skellur og þá tekur gleraugun á þér og þá, þú sér stjörnur á himninum og sérð reikistjörnunar sem að raða sér þá reyndar 12. ágúst 2026 sem svona perlufesti í kringu sólina þannig að við erum komið til með að sjá held í 4 eða jafnvel 5 allar reikistjörnunar á lofti sko Júpiter, Saturnus, Mars, Venus og Merkurius og svo er svo slæmt að það versta við þetta líður svona bara gengur yfir 1, 2, 3 og þetta er svona stystu mínútur lífsmanns einhvern veginn að því maður er svo gjörsamlega heldtekin af fegurðinni og maður gleymir tímanum og ef maður er að taka myndir þá er maður alveg að fulla þar líka og að upplöfa í kringum annað fólk er engu líkt því fólk ræður heldur ekkert við sig, það bara öskrar hvað er að gerast og bara það er stórkurslegt það er magnað talandi geiminn og var þetta geimfara því ég var að tala við sem er að vinna frá Bandaríkjunum frá New York og íslenskar konur að vinna upp í grófskauðina sem ég er með hann er að vinna fyrir NASA held ég og hann er að tala núna er þetta bara geimfarar að æfa sig á öskju núna þessa myndir bara ákvörð núna ég vissi reyndar ekki að því, en það er ekki fyrsta skipti og það er ekki ástæðulaus að hingað koma teymi bæði fyrir ómannaður könnunarferðir en líka til að undirbúa væntanlega geimfara fyrir ferðir til tunglsins eða Mars og svona vegna þess að á Íslandi er ansi mikið af jarðmyndunum sem að finnast á þessum hnöttum Mars er til dæmis eldfjallapláneta og þar finnst fyrirbæri sem finnst eingöngu á Íslandi líka sem eru gervigígar sem er þá verða til þegar hraun rennur yfir votlendi eða er grunnt stöðuvatn og þú fær svona gufusprengingur undir þannig að verða til svona gervigiga þyrpingar sem bara rauðhólar hérna í túnfæti Reykjavíkur er dæmum og í Öskju árið 65 og 1967 þá komu hingað 2 hópar tunglfara vantanlega tunglfara, Neil Armstrong þeirra á meðal og þeir voru þar við æfingar í nokkra daga sett upp bara tjaldbúðir og voru í bara jarðfræði kennslu því Ísland er einhver magnaðasta tilraunastofa á jörðinni fyrir jarðvísindafólk og með þá hliðstæður við aðra plánetu líka
Er Ísland að gera nógu mikið í þessum málum, almennt? Alls ekki, ég held við getum markasett okkur miklu betur í þessu og ég held reyndar líka bara með því að stofna einhvers konar geimstofnun eða einhvers konar skrifstofa minnstakosti sem heldur utan þessi mál var mikið framfaraskref og mesta framfaraskref væri auðvitað að ganga til liðs við Geimvísindastofnun Evrópu og fá hingað verkefni sem skil okkur alveg ótrúlega mörgu bæði þekkingu og líka fjármagni inn í landinu og myndi skilja okkur svo margfalt tilbaka sko. Hann talaði með það, hefur komið sko, ég veit ekki hvort ég mér segja þetta, en jú, það hlýtur að vera. Það hefur bara komið teimi frá NASA, bara tilbúin til að skrifa undir samning og Ísland hefði bara ekki, og verið bara fyrsta landi til þess að vera, þú veist, einhvers konar, en það var ekkert sem gekk á spýtunni sko. Nei, ég þekki það náttúrulega ekki neitt sko, en ég veit að ESA hefur áhuga á að stofna, að taka Ísland inn og það gengur bara hægt að fá pólitíkusina til þess að samþykja þann pening sem við þurfum að leggja út fyrir því sem ekkert mjög há fjárhæð af því að sagan svona, ég held að flest sýnir sig gegnum tíðina að þegar við höfum tekið þátt í vísindaverkunum þá við fengið að margfald tilbaka. Já, er það ekki einmitt þá selling pointi sem þarf að selja, þú veist, þetta gefur góðar bara hagfræðilega skila tilbaka. Þetta bara ábatinn þvílíkur. Í staðin fyrir tilgangin sem þetta getur búið til fyrir heim og hjálpa okkur. Akkurat, en þetta kannski líka svona, þú sérði ekki ábatan strax, þú sérði kannski eftir 15 ára, 20 ára þegar ný kynslóð vísindamanna vex úr grassi og eitthvað slíkt sko. En eins og segi, hingað kemur fólk, bara færasta vísindafólk heims sem að undirbúa einhvern leiðangur til Mars eða tunglsins eða hvert sem sko. Og að prófa tækjabúna sem að fara og gera tilraunir og þess að læra jarðfræði og fleira þannig og ég fengi að taka þátt í slíkum leiðangri og það breytti mínu sýn á Ísland sko af því að maður hefur alltaf bara farið Ísland og Ísland fallegt og allt það en með þessum hópi svona vísindafólks kannski fyrst og fremst er líka bara túrista að þau voru alltaf að benda menn á eitthvað annað sem maður tók ekkert eftir sko. Bara já, heyri, þetta er svolítið magnað. Þau eru ekkert með þetta heimi á sér en maður svona tekur þessu bara for granted sko. Þannig að það er rosa gaman að upplifa Íslandi með augum útlendinga og það breytir algjörlega sín manni á landi sko. Mér finnst kannski að þetta sko, það er svo leiðilegt hvað er venjumstöld. Já. Það er bara svona venjums kringumstæðanum okkur, venjums kannski bara forrættunum okkar venjum, sem við vinnum kannski hart fyrir, skilur, venjumstu svolítið. Akkurat, og ekkert er nógu gott fyrir okkur. Nei. Ég skal taka gott dæmi það, ég meina norðurljósin, sem að fólk í sko 100.000-vís flikkist til Íslands á hverju ári til þess að sjá. Ég nenni ekki svona að fylgjast með þessu lengur sko. Þetta er orðið svo hversdagslegt, en svo þegar fallegustu sýningarna verða þá handla bara, vá, þetta er stórkostlegt sko. En norðurljósinu verða einmitt svona hversdagsleg, þótti séu bara alls ekki hversdagsleg fyrir langstærstan hluta jarðarbúa. Þetta er einstök sýninga og forréttindi að fá að vera vitni að nánast hverju kvöldi. Það er bara á smá belti á jörðinni sem maður getur séð það sko. Og Ísland þar á meðal. En þú veist, ég bara vil helst ekki hafa þetta, þið byrja ekki að sýna það sem fyrir aftan og mjög langar til að skoða. En já, svona er þetta, maður venst öllu. Já, það er frekar, þannig að maður það bara vera duglegur að fara að ferðast eitthvað með útlendingum og litlu börnum líka. Já, og akkurat, sérstaklega litlum krökkum og fá að upplifa náttúruna líka í augum þeirra, í gegnum augum þeirra. Þau pikka eitthvað upp sem maður hefur ekkert veitt athygli í áratugi eða hvað það er, sko. Og það er dásamlega gaman. Ég hef til dæmis verið svo heppinn að fá að fara með hópa á vegum ferðafélagsins í svona stjörnuskoðunargöngu, bara fara út í myrkrið, maður sér engan, maður veit ekkert hvernig fólki lítur út eða neitt þannig. Og bara kannski 300 manns að horfa saman upp í heiminum og maður segja þeim frá því sem fyrir augu ber. Líka fyrir svo heppinn að fara með fólki í göngutúru bara Elliðaárdalinn, það sem er bara skoða tré og fossa og hraun og eitthvað sem er ótrúlega merkilegt að sé og fallegt. Og bara sjá forréttindin að kvikna í augum fólks er alveg yndislegt sko. Mæli með því við alla. Kveikja svolítið á svona badslegu forréttindinni í sér sko. Já, ég held að okkur veitir flest öllum bara. Já, og maður fyllir líka kannski svona smá auðmýkt yfir því að fá vera í ótrúlega friðsælu, fallegu samfélagi og bara yndislegt sko. Algjörlega. Hvað ef þú mættir einungis koma einu skilaboði á framfara út lífið til annara eins líka, hver eru svo skilaboð? Láttu gott að þið leiða, held ég. Bara liðu lífinu þannig að þú getur litið stolt eða stoltur öxl þegar þú ert orðinn gamall. Þú lagðir eitthvað gott að mörkum og ólst upp börn sem eru góðir einstaklingar og skildir heiminn eftir í betra ásýkomulagi en þú tókst við honum sko. Ég held að það sé svona að því að úr háamálum þá er rosalega falleg tilvitnin orðstýrt aldrei þeim sem góðan getur sko.
orðstýrst aldrei sem góðan getur. Já, svo sem að bara byggir upp í ákvæðan orðstýr og lifir lífinu þannig að við komum til lætu gott þessi leiða. Fólk man eftir því fólki og ég held að fólk mætti bara taka það svolítið til fyrirmyndar. Það er að segja að reyna að láta gott þessi leiða, hugsa vel hvert annað og meira með mér samkennd við náungan, ekki bara hérna á Íslandi heldur líka í öðrum löndum og að því að við búum öll á sömu plánundinu. Já, sem sést kannski með þessu myndum út í heimi, bara við erum öll í þessu. Bara hagsmunir mínir eru sameiginlegir hagsmunir komandi kynslóð og annara sem búa á jörðinni og það er engin bættari með einhverja skriljónir inn á bankabókinni sinni heldur en þannig að við þurfum að hugsa miklu betur hverstum annað, þannig að láta gott að sér leiða meira bara góð fyrirmynd og góð manneskja það sé svona besta markmiði fyrir lífið, hugsa ég sko að leita hamingjunar. Já. Ég held þessi algjörlega að fara, eins og þú segir sko, ég held það að fara allurinn eða all-in eins og við slettum aðeins í það að gera eins gott, leggja alla orku í það að skilja plánunduna betur eða bara heiminn betri heldur hann var án og komst í hann sem bara það verkefni sem gefur lífinu þínu tilgang sko. Akkurat, þetta er líka svolítið í takt við orðatiltæki eða sögu eða ég veit ekki hvað að kalla það sem lýsti því að það gróðsetja tré til þess að einhver annar getur nota ávextana. Það tekur tré svo langur tíma að vaksa á svona sko. Og já, auðvitað, maður er að hugsa krakkana sína og maður er að hugsa barnabörnin sín og vonandi ennþá lengra og bara eyðileggja ekki fyrir þeim heldur gæta þess að þau fái heim sem er betri en heimurinn sem að býr í sjálfur og heimurinn sem við búum mjög geggjaður sko. Bara allan tíman sem við viljum. Já, bara svo besti í sögunni sko. En við þurfum að standa okkur betur á mörgum sviðum. Já, margt sem við getum gert betur í. Mér finnst líka þessi mynd af heiminum og hvað við erum öll í saman liðin og lítil, og jörðin lítil. Einmitt. Mér finnst líka bara svona, ég oftast vil ég bara að þú það skiptir frekar öllu máli hvað þú gerir, þú veist, ég vil oftast þess að skiptir virkilega máli þessu daglega ákvarðanir upp á líf þitt og líf annarra. Akkurat. En sem fyrir gott að grípa í stundum, ein mistök eða eitt sem fer eitthvað úrskeiðis, að horfa á þessa mynd og hugsa, skiptir einhver máli. Nei, akkurat. Bara svo grípi það verkfæri bara svona. Algjörlega hjartanlega sammálaðið þar og við stöldrum stundum allt og lengi við mistök sem einhverjir að gera, sko. Bara statt upp, gerir þetta ekki aftur eða bara lærið eitthvað þessu. Það er það versta sem gerist. Þú lærir eitthvað nýtt. Bara mistökur því maður gerir fullt af mistökum í lífinu og þau merkja mann oftar en ekki og maður vill helst ekki gera þessi mistök aftur en svona og heildina litin þá gera allir mistök hvort þeir og það skiptir ekki maður. Þetta á algjörlega við til dæmis umhverfismálin þar sem fólk eru ofta að keppast við það að lifa einhverju fullkomnu lífi bara, þú veist, gleymdu því lifðu bara lífinu, láttu gott að leiða reyndu þitt besta og hætta á svona mikla áhyggjur sko. En hins vegar í þessu tilviki svo kom aðeins ná aftur er að kvíðin er á rökum reistur sko. Að þetta kemur til með að rýra lífsgæði ef við gerum ekki neitt þannig að þetta er svona kvíði sem ætti að virka þegar ég ger eitthvað en nota til góðs já, nota til góðs, algjörlega sko. Og það að labba út í búð í staðan fyrir að keyra ef þú hefur tökað því það er að nýta sig það til góðs þessi góðu punktur líka hjá þér að þarf ekki að fara allur inn í eitthvað tiltekið sem bara ég er allt í orðin bara einhver svakalegur umhverju sinni, skilur en þú getur bara labbað í búðuna staðin fyrir að fara í bílinn, skilur ef þú ætlar að reyna að vera eitthvað fullkomið þá fara þá bara upp á hálend og lifðu þar nakin í með öllum hinum dýrunum sko. Það er bara ekki séns það er ekki séns, en ef þú vilt vera hluta samfélaginu verður hluta samfélaginu reyndu bara eitt besta spilaði bara leikið með samfélaginu en reyndu að gera þitt besta í þeim leik og reyndu svona að breyta þitt nikaði í kannski rétt átt svona félagssálfræði er eitthvað sem er mjög skemmtilegt sko. Það er að fá fólk til að breyta hegðun sinni á þess að taka endilega eftir því þannig að við erum svo skilyrt bara eins og uppröðin á maturubúð sýnir okkur þannig að þetta hefur bara áhrif á það hvað við kaupum þannig að með því að til og með þessu króningeri sem er ekki með nammi eða eitthvað þess að það er við kassan búin að breyta því bara með águsti og einmitt, bara eitthvað svona hotlara valkosti að það er ekki búið að skerða neitt hjá þér þetta er ennþá til en þetta er ekki beint fyrir fram að þú ferð á kassan sko. Þetta er bara, hefur augljós áhrif þetta er bara nuts eins og hérna Richard Thaler og þeir kappar allir töluðum sko. Og líka held ég að held ég rosalega mikið að selja fólki að þessi þeirra ákvörn og þeirra val að gera þú átt ekki að vita þetta var ekki þitt en það er einmitt svo áhugavert að hvað svona aðrar ákvarðanir hafa mikil áhrif á ákvarðanir okkar þannig að við erum ekkert mjög frjáls að velja þegar öll eru botni kvöld sko. Svo við höldum það við höldum það, bara eins og okkar samfélag Reykjavík og svona það búa byggjan upp þannig að það er langþægilegast að ferðast á bíl
Já, og þá eiginlega búið að velja það fyrir mig að ég ferðast bíl. Ég get alveg fara á hjóli en það mjög óþægilegra. Miklu erfiðara ákveðandi, já. Þannig að, ákvörðin sem hafa verið teknar löngu áður hafa verið að skerða mitt frelsi til þess að taka mínu eigin ákvarðanir. Þannig að við þurfum að hjálpa fólki að taka ákvarðanir sem er stundum skynsamari, en hver segir hvað ákvarðin er skynsam, sko. Það er hættulegt svo að fara þangað. En, já. Þetta er svo góður punktur hjá þér, sko, því að, sko, ég var svo mikill, kannski það sem ég hef endurhugsað aðeins, var að ég var alveg full on á persónulega ábyrgð, sko. Já. Bara ef þú vilt bara öðlast betri, þá erum við undir þér komið, skilur. Já. En síðan bara hef ég bara svo miklu samkennd gagnvart því, það er ekki þannig af því að þú veist, það er svo mikið sem spilar á okkur, skilur, og við getum talið upp endalausar hluti, bara gen, uppeldi, kringumstæður, aðstæður, síðan getum við nefnt bara þessar stefnur eða reglur eða uppsending búða og allt þetta, skilur, það er maður svona, ég hef svolítið bara samkennd, sko. Já, það er verið að móta þig. Já, og það er verið að gera það miklu meira krefandi fyrir og það er ekkert allir tilbúin til að taka þennan krefandi slag. Nei, akkurat. Að synda á móti straumnum getur verið mjög erfitt og bara eitt svona í þessi sem ég man eftir var að þegar mér var á þau mistök að gagnrýna flugvelda á Íslandi að þá fekk ég heldur betur holskeplu athugasemda og bara hatursfull og ógeðsleg komment og svona. Já, og ég var ekki að segja neitt annað heldur bara þetta er ekki sniðut, það er ekki sniðut að skjóta svona miklu því að loftið er ógeðslegt og þetta varir í náttúrunni lengi og svona, þetta kannski gera minna því. Já. Það bara það hafði svolítið mikil áhrif, sko. Já, pæltið, þú bara benda á einhverja staðrendir og fólk fer bara beint í bara mannin og... Já, en sem betur fer hafa áhrif, sko, því að fólk hefur svona aðeins mixed í afstöðinu og margir vilja breyta því, sko. En þetta er svona dæmi þetta, þú átt að taka þátt í þessu. Þetta er bara, það er allir sem gerir þetta og þú ert að gera eitthvað rosalega gott og styðja gott málefni og svona, og akkur gerir þú það ekki eins og allir aðrir. Þetta er kannski bara jákvætt, sko. Það var einhver pæling með, held ég, sebrahestar, að sebrahestar eru í hóp held ég í náttúrunni, þá er ljón mjög erfitt með að fanga og ná að veiða sebrahesta. En síðan málið víst um en rauðan hring eða eitthvað eitt sebrahestin eitthvað svoleiðis, þá var hann alltaf bara tekinn. Sem þýðir það að þú ert eitthvað út úr hópnum, þá ertu bara tekinn fyrir. En við sjáum þetta hjá öllum, allir minna sem að synda aðeins á móti strömminum, það er líka fólki sem breytir ykkur, sko. Það er hvernig var þetta auglýsingin frá Apple, round pigs and square boxes eða eitthvað svoleiðis, sko, sem er fólki sem þorir að breyta heiminum eða gera það óvart líka og fólki sem syndir á móti straumnum, við erum að bera miklu meiri virðingu fyrir því fólki, sko. Já, og fólk sem þorir að segja sannleikann, sko, þorir að segja það sem trúir að sé satt. Það getur ekkert alltaf verið það sem lífið sérstaklega hefur sönnunargögn og rökmið, þá skiptir öllum máli, og við höfum alveg bara endalausar sögur í þessu í gegnum tíðina fólki sem uppgöta eitthvað nýtt og lét okkur vita að þetta væri svona. En það fekk yfir sig holskeplu athugasemda og morðhótanir, við veit ekki hvað fyrir að svona, hrista hans upp sparka í bíflugum búi, sko. Og oft er þetta bara tölur og staðreyndir, skilur við. Já, bara það sem kemur út úr mælingunum og hérna er þetta svona og bara ef við gerum þetta ekki þá lagast þetta, sko. Bara, það er svolítið áhugavert. Við erum svona skrítin tegund, sko. Það svona líka er að því við veitum út af sálfræðisvinni, sálfræði er bara svo ótrúlega áhugaverð líka. Bara hvernig við hugsum og hvernig við höldum að við hugsum sem sjálfstæðir einstaklingar, en erum í raun og veru gjörsamlega skilist út frá því bara hvað umhverfið er að segja okkur. Þannig að það er mjög áhugavert, það er bara að taka alla breyturnar inn, sko. Bara svo hvaðan erum að koma, hvernig umhverfið mótar okkur. Já, og hvernig við þorum einhvern veginn ekki synda móti straumnum, jafnvel þú vitum það sé jafnvel kannski bara réttasta leiðin, sko. Já, ég meina bara það er bara fræði út af nefndu félagsfræðan, það er það velja svona elspýtur, bara bara þriggja mismunandi stærð og sem er við hliðina á þessu 3 elspýtum sem er á að vera jafn stór á einhver ein. Og þú farið 7-8 fólkmanns í herbyggi og allir benda á rangas elspýtu viljandi, þetta er semst bara hluti á rannsókninni. En það er eitt sem er þátttakandi. Hann veit alveg að elspýtan er ekki jafn stór og þessum hinn er að benda á, en hann bendir samt. Þetta er bara hópþrýstingur. Já, hann bendir samt langoftast á hans. Akkurat. Þetta er bara svo magnað. Já, við erum bara þannig. Og þetta er náttúrulega þekkist bara í sögunni. Maður horfir á einræðisríki þar sem enginn þorir að segja neitt af því að fólk tekja lífi fyrir það, þannig að gott og vel, sko, en leið og fleiri vita því einhversu ósáttur, sko, þá upphest svona smá svona bylgja sem að breytir einhverju á endanum. En er það ekki þá bara ábyrgð líka hversu eins þá? Eins með að enginn þorir að segja neitt, skilur við? Eflaust, sko, en svo líka bara ógeðslega erfitt að synda út í straumnum. Það er ótrúlega leiðilegt að fá yfir sig holskeplu athugasemda og þess að það, sko.
Nei, þannig að ég ber því líka virðingu fyrir fólki sem þorir ég elska fólk að láta taka slægin sko. Og láta í sér heyra og jafnvel þó maður sé ekki alltaf kannski sammála þá kannski maður ekki sammála að því maður hefur mögulega bara rátt fyrir sér og sér það ekki strax sko. En það er allir gangur í því þetta. Mér finnst það líka bara svo jákvætt að það myndast líka bara einhver umræður skilur Já, sem það vonandi ef maður þá getur maður lært sjálfur á eitthvað eða þú veist, það myndast alveg einhverja umræða sem við fáum betri sín á fleiri verða uppfærir Já, akkurat, svo það sem að mín fyrirmynd í lífinu kendi mér sem heitir Carl Sagan stjörnufræðingur sem að geri sjónvarpsþætti sem heitir Kosmos skrifaði margar stórkostlega bækur bara vísindi og svona gagnrýna hugsun hann talar eins það þegar tilfinningur okkur sterkar gagnvart einhverju þá sé svo auðvelt að plata ykkur þannig að þegar maður vill að eitthvað sé satt að þá mjög auðvelt að sannfara okkur að það sé satt sko. Og þegar maður lærir þetta, þetta alveg satt að þá svona getur maður stundum reynd að hnikla efasemdavöðunum sko, og reynd að minna sér reglulega það, ok, ég vil að þetta sé satt en hvað getur mér verið að yfirsjást? Hvaða vísbendingar ég ekki að sjá sem út í confirmation bias í vísdómum já, og bara í okkur alltaf sko. Já, við leitum bara vísdómum sem styðja við kannski tilfinningu sem við höfum eða það sem við höldum að sé satt. Akkurat. Staðin fyrir að geta verið, hvaða vísbendingar ég ekki að sjá sem gæti stangast á við. Akkurat, en svo þurfum við líka að vera nógu auðmjúk til þess að segja, ok, þetta eru mjög sannfærandi sönnunargögn og sætt okkur við það þegar við höfum bara sannarlega rátt fyrir okkur sko. Og það komið bara, ok, sönnunargögn eru yfirgnæfandi og ég ætla ekki að þykjast vita betur heldur en einhver sem veit sannarlega betur sko. Og breytum skoðun líka sko, geta breytum skoðun sko. Ég held að það sé okkur öllum erfitt en rosa holt sko, ég ber svo mikla virðingu fyrir fólki sem bara, þessu skoðun, nú ég bara hefði þessu skoðun. En þú sér að samfélagið ekki sérstaklega ánægt með það. Nei, það refsar því fólki sko. Því finnst það til dæmis bara mjög mikill galli á stjórnmálamönnum ef þau geta ekki skipt skoðun, ef þau skipt skoðun. Þú sagðir eitt þarna en þú segir annað núna. Mögulega vegna þess að ég fekk betri upplýsingar sem að gera mig kleift að taka ákvörðun út frá meiri og betri gögnum sko. Þannig á það bara að vera. Þannig að í staðis að festast í einhverju svona kennisetningum og einhverju sem er bara mögulega ránt og mér finnst þetta oft mjög áberandi í umhverfisumræðinni þar sem fólk hefur ákveðna sýn á heiminn einhverja heimsmynd og það dregur sína heimsmynd aldrei í efa en dregur allt í efa sem að storkar þeirri heimsmynd þannig að til dæmis eins og hnattræn hlýnun af mannavöldum að þetta er bara erfitt að lifa við það kerfi sem maður hefur stutt frá alla tíð gæti mögulega verið hluti af vandanum en líka hluti af lausninni sko. Bara ef að ég ætla ekki að fara lengra þannig því að getum við farið út ykkur pólitíku í neini því ekki Nei, pólitíka er hundlegileg Herðu, ég held að við séum búin að fara bara við völl Já Er eitthvað sem við erum að gleyma fullt sem við erum að gleyma sko Ég veit ekki, það er bara mikilvægt þess líka að tileinka sér ný áhugamál með aldrinum og það er þess svona gott að reyna að viðhalda svona batslegri forvitni manns heiminn alltaf áfram eins og bara ég hef uppgötað undanförnum árum fekk ég sjúklegan áhuga á mat og matargerð og það sem maður er að læra í kringum það hvernig hráefni nota og nýtt og hvernig bragð verður til og allt þetta og þetta opnar einhvern nýjan heim og maður fyrir að sjá hlutina í öðru ljósi líka sem maður pæli kannski ekkert í þannig að ef var einhver skilabóð sem ég vil koma framfæri í lokin til fólks viðhaldu þinni barnslegu forvitni, verður bara forvitin yfir höfuð og prófaði, lifðu þið nýja hluti og allt þetta sko, því að heimurinn hefur upp og margt svo ótrúlega magna og skemmtilega áhugavert að bjóða og verður opinn fyrir því nýrri menningu, nýrri matagerð, nýjum drykkjum eða hvað það er og nýjum sjónarhornum, nýjum fararmótum og nýrri þekkingu þannig að Ég held þessi frábær lokaorð Er það ekki bara? Jú Hæfilega djúpt en ógrönt líka Já, bara, þetta var svona bara flott og fangaði spjalla okkur sem ágætlega Þannig að takk kærlega fyrir að maður sér að ástriðan skína þegar þú byrjar að tala og bara takk kærlega fyrir að fræða mig og vonandi aðra í þessu blaðarbi og gangi verið í framhaldinu Takk kærlega fyrir og sömuleiðis gangi bara innilega vel með allt sem þú gera Takk kærlega Legðu þitt að mörgum til að gera betri stað